Það ekki á færi allra að stoppa upp dýr, enda flókið og vandasamt ferli sem krefst bæði reynslu og kunnáttu. Á Egilsstöðum hittum við Reimar Ásgeirsson, hreindýraleiðsögumann og hamskera eða uppstoppara. Hann þekkir hreindýr jafnt út sem inn í orðsins fyllstu merkingu. Já, ég að leiðsegja skyttur á sumrin og á veiðislóð og með fláningsaðstöðu og kjötvinnslu fyrir veiðmenn. Þannig að þeir geta komið með dýrið sitt að beint af fjallinu bara til mín og okkar og á fláum við og úr beinum og græjum og gerum og þannig að það sé bara tilbúið beint á pannuna. Hvenær ferð þú út í þetta allt saman? Það þarf náttúrulega að mennta sig í þessu og koma sér upp aðstöðinni og þetta hefur verið heljarinnar ferli. Ég náttúrulega búinn að vera ólst upp við hreindýraveiðar og hreindýrin náttúrulega hluti af okkur hér fyrir austan og hluti af því ég er að veiða og ég ólst upp við það. Ég fæddur upp alveg niður í Breiðdal og þar voru stundaðar hreindýraveiðar og það er svo seint á síðustu öld sem að það var og þá fer ég að leiðsegja skyttur og upp til fjalla og ég sá svona fljótlega þá að það var dálítið af hreindýrum sem að ég var að senda frá mér sem voru að fara í uppstoppun, stórir tarfar. Og ég sá tækifæri í þessu að þetta geti verið hægt að hafa eitthvað að gera í þessu. Þannig að ég fór 2004 til Kanada og læriði uppstoppun. Og það átti nú svona bara að vera eitthvað svona með. Ég var þá að vinna í smiðju. Og þetta átti svona að vera með og það hafði langað að gera þetta lengi en það varð aldrei neitt eitthvað með. Það bara strax var mikið að gera og ég hef í rauninni aldrei séð til sólar í þessu síðan. En svo það þannig þegar það búið að veiða dýrið, þá kemur það inn til þín? Já, þá tökum við það inn þessa hurð og skytturnar koma bara með þetta hér heima dyrum. Ég tek þetta inn, dýrin og flæðu, með skinnið af og þá erum við bara með skrokk, kjötskrokk sem hengdur hér á þessar slár sem í loftunum og sem bara eins og í hefðbundum sláturhúsum. Og þegar búið að flá þá þessu ítt á slánum inn í þetta herbyggi hér. Hér kælir. Þetta náttúrulega allt undirlagt í öðru núna. Í dag erum við með skinnasútun í gangi. Þannig að þetta ekki svona kannski mjög matvænt eins og þetta núna. Nei. En þeir koma hingað inn skrokkarnir og hér kælir og hér svo haldið köldu í 3-4 daga oftast og síðan það tekið hér í gegn og hér taka kjötiðnaðarmenn við í þessu herbyggi og það sama hér allt undirlagt í skinnasútun í dag en þær taka við þessu hér og hér þetta úrbeinað og sinadregið og vakúmpakkað og allt merkt og vigtað og fryst og sent frá okkur frosið. Sent frosið og kemur bara frosið til veiðmanna. En þegar þetta hreindýra veiðitímabil stendur sem hæst, þetta vertíð og menn geta verið að koma á öllum tímum sólarhringsins til þín? Já, þetta náttúrulega vertíð og það bara svoleiðis með hreindýrin að það má ekki bíða með að flá þau. Þetta skinnið á hreindýrum svo það sem ekki leinangurinn í að kjötið skemmist inn í feldinum ef hann ekki tekinn af sem fyrst. Þannig að það þarf að vera standby allan sólarhringinn að taka á móti dýrum og stundum eru veiðiferðirnar langar og taka fram á nætur. Þannig að þegar menn koma hér nætur þá þarf maður bara að vera tilbúin að bregðast við og flá. Þannig að það er oft mikið að gera og langir dagar. Og svo þetta leiðsegja líka með þessu? Já, svo stundum sem maður þarf að fara hreindýraveiðar strax morguninn og það hefur komið fyrir að ég verið að flá til klukkan 5 á nóttunni og að fara hreindýraveiðar klukkan 7 og þá maður náttúrulega orðinn svolítið svona þreytulegur ábyggilega fljótlega upp úr hádegi sko. Já. Þannig þú ert að taka þér góða pásu eftir þetta allt saman? Já, maður þarf að hvíla sig eftir þetta og ná orku aftur en það
það bara fínt að gera það. Eru öll skinnin sem eru tekin svona eða er eitthvað sem ekki nýtt? Nei, ég náttúrulega að stoppa upp sko hausana og öll þau skinn þarf ég að súta. Ég er semst ekkert að súta semst flötskinn feldi fyrir fólk, heldur ég bara að súta það sem að ég stoppa upp. Já. Þannig að það fer sútað upp á mótin þegar ég er búinn að vinna það sko. Og það þarf að liggja hérna í þessum körum? Já, það er svona svolítið ferli. Það þarf maður er svolítið bundinn yfir þessu, að það þarf að fara úr einu efni yfir í annað og það vera vissan tíma í því og þá tekur annað við og þannig að það er svolítið binding yfir þessu og meðan að þetta er í gangi og er svona törn bara. Mér finnst best að taka það í törn, að vinna það bara allt í einu og þá er maður svolítið bundinn yfir því, en það er nauðsynlegt að gera því að súta þetta, því annars náttúrulega bara rotnar skinnið á hausunum og kemur vondlykt í húsið og þú vilt ekki. Akkurat. En Reimar, svo það með þetta, þó að þetta sé búið að leggja svo í þessum legi, þá er hellingsvinna eftir. Já, það ég er að skafa í dag, skafa skinn og það er svona í miðjuferlinu sem þarf að gera það og hérna erum við með skinn sem að ég er að fara að skafa. Þá er ennþá vefur og fita utan á leðrinu, í rauninni innan á því hárin eru náttúrulega hérna megin. Já. Og þetta þarf alltaf að fara og það gerir ég hérna og þegar ég er búinn að skafa þetta þá lítur þetta svona út. Þá er semst öll fita, allur vefur farin af og þá erum við bara með hreint leður. Já. Og þetta er alveg skemmtilegast að vinna, ekki? Reyndar ekki. Þetta er ekkert voðalega gefandi og skemmtileg vinna en það þarf að skafa alveg eins að þetta eru nasirnar hérna og hérna eru augun og þetta eyrun eru hér. Þetta er sem sagt andlitið er svona. Þetta er augað, nasir og það þarf að hreinsa innan úr öllu, innan úr nösunum, innan úr augnlokunum. Ég á eftir að hreinsa þetta. Hérna, ég var með þetta þegar þið komið. Já. Þannig að sé engin vefur eftir, heldur sé bara eða neitt annað en bara leður. Já. Og þegar ég er búinn með þetta, að skafa skinnin og súta þau, þá fer ég í það að steypa mótin sem að ég klæði svo skinnið utanum. Já. Þannig og það er ekkert, það er bara leður sem að ég er búinn að vinna og það klæði ég þegar ég er búinn að steypa svona þetta er bara tarfur sem að svona 95 kílóa tarfur eitthvað svoleiðis. Svona sem er þokkalega góður sem þetta mót passar fyrir. Já. Og það er ekkert lífrænt, það er rétt hérna beinið á milli hornanna, það er skrúfað hérna oní, þannig að hornin festast hérna á. Já. Og síðan er leðrið sútað klætt utanum. Já. Og sett í þetta gleraugu, þau koma hérna í þetta. Það þarf að passa því að hvert og eitt hreindýr hefur sín sérkenni, þannig að það þarf að mæla þetta allt út frá hverju einu dýri. Já, þegar ég áður en ég fer að flá andlitið, þá mæli ég það allt upp. Já. Og ef það er eitthvað sérstakt, þá tek ég af því myndir til þess að reyna að gera hann eins og hann var. Og þeir eru eins misjafnir eins og þeir eru margir, bara eins og mannfólkið og hafa sín sérkenni þó að þeir sem ekki er að hrærast í þessu taki kannski ekkert mikið eftir því. En þá hefur hver og einn sinn karakter og ég reyni svona að eltast við það og þá annarkvort hefla ég utan að þessu, þetta er úritan, fyrst létt, auðvelt að vinna það, annarkvort hefla ég utan að þessu eða bæti utan á þetta eftir sem við á fyrir hvert og eitt dýr. Hér eru konurinn að þessu skemmtilega við starfið, hérna er listsköpunin. Já, þetta er alltaf svolítið gaman að eiga við þetta, sitja saman
og sjá sem sagt árangurinn af hérna allri vinnunni, því það er mikil vinna á bak við þetta, en tekur kannski ekki rosalega langan tíma akkurat að klæða þetta upp á, og hérna það er svona skemmtilegasta. Og það eru margir sem að tala um það hvort þetta sé ekki ofboðslega skemmtilegt starf. Þessi hluti að setja saman er skemmtilegur en hitt er það ekkert, sko. Það er bara svoleiðis.